Kísilver United Silicon í Helguvík reis á árinu og var kveikt upp í fyrsta ofni þess á dögunum. Hæsti punktur byggingana sem tilheyra kísilverinu er 38 metra hár og eru þær sjáanlegar víða að. Þær byggingar United Silicon sem þegar hafa verið reistar eru aðeins byrjunin og uppbyggingu stóriðju í Helguvík. Þegar byggingu og verksmiðju United Silicon verður lokið verða þar 4 brennsluofnar og byggingu utan hvern þeirra. Búið er að taka 1 ofn í notkun núna í fyrsta áfanga. Gangi áætlanir eftir verður 3 ofnum bætt við á næsta áratug með tilheyrandi byggingum og verður verksmiðjan þá sú stærsta sinna tegundar í heiminum. Samkvæmt upplýsingu frá Reykjanesbæ þá eru uppi hugmyndir að reyna að draga úr ásýnd byggingana eins og hægt er, til dæmis með gróðri. Þær hugmyndir velta hins vegar á fjármagni. Nú er unnið að gerð fjárhagsáætlunar hjá bæjarfélaginu og ekki ljóst hve mikið á áætlunum gróður og iðnaðarsvæðinu komast í framkvæmd á næsta ári. Gert er ráð fyrir jarðvegsmunum og gróðurbeltum til lengri tíma en það mun þó ekki koma í veg fyrir að verksmiðjurnar sjáist. Á teikniborðinu er einnig kísilver í eigu Thorsil sem áætlað er að rísa í Helguvík árið 2018. Það verður staðsett á lóð við hliðina á kísilveri United Silicon nær sveitarfélaginu Garði. Unnið er að fjármögnun á framkvæmdinni og er ráðgert að henni ljúki á næstunni. Í maí síðastliðnum var undirritað samningur við Landsvirkjun rafmagn til kísilversins. Í matsskýrslu Mannvits síðan í febrúar 2015 kemur fram að hæð byggingana verði alltaf 45 metrar og skorsteinar alltaf 52 metrar. Til samanburðar má geta að Hallgrímskirkjuturn er 74,5 metrar. Í skýrslu Mannvits segir einnig að byggingarnar verði mest áberandi frá nyrðri hluta byggðar í Reykjanesbæ, það er frá Heiðarbakka, Heiðarenda og Heiðarbergi en það er næsta byggð við kísilverið og er í 1,6 km fjarlægð frá lóðamörkum þess. Þá segir í skýrsluna áhrif frá Garðskagavegi og þar kring séu talin verulega neikvæð vegna nálægðar. Áhrif frá Vogum er talin óverulega vegna fjarlægðar en frá Njarðvík nokkuð neikvæð. Áhrifin eru öll talin bein og varanleg en þó aftur kræfið þeim skilningi að hægt verður að taka verksmiðjuna niður síðar. Það, hvað er sjónmengun, er huglægt mat sem lýsir neikvæðum áhrifum mannvirkja á umhverfi sitt. Í lögum náttúruvernd segir að við hönnun vega, virkjana, verksmiðja og annara mannvirkja skuli þess gætt að þau falli sem best að svipmóti lands. Í kísilverunum verður unnin kísill úr kvarsi. Hann er notaður til framleiðslu á ýmsum vörum, svo sem tannkremi, sjampói, dekkjum, ýmsum kýttiefnum og sólaraflöðum. Nú hefur ferðamönnum fjölgað töluvert hérna á Reykjanesinu á undanfarnum misserum. Hvað áhrif heldur að stóriðju uppbygginga eins og þessi sem nú er nýreisin í Helguvík hafi á þá þróun? Það er voðalega erfitt að gera sér grein fyrir hvort hún hafi áhrif eða ekki. En ímyndin sem slík af svæðinu, hún dettur aðeins niður og það er fyrst og fremst að því að við erum með hér svið eða umhverfi sem við kallum Reykjanes Geopark sem er á UNESCO-skrá og sem að merki það að við ætlum að gera þetta allt mjög umhverfisvænt og faglega það sem við erum að byggja upp hér. Og það sem skiptir máli er að það sé unnið úr afurðum sem fást á svæðinu, það sé unnið með landslaginu, það sé unnið með fólkinu sem vill koma og skoða og skapa því möguleika á að ferðast og skoða og upplifa. Þá stingur þetta dálítið í stúra. En hvað finnst þér ásýndina svona eins og fyrir bæjarbúa almennt? Það sem við höfum náttúrulega mestar áhyggjur af er ef að annað svona fyrirtæki rís við hliðina á þessum. Og það þarf enginn og svo kannski álverið eftir 10 ár, þó það sé eftir 10 ár. Þá er það bara samlegðaráhrifin sem þá eru komin sem að sagt er í dag að hafi engin áhrif. Og ásýndin er eitt af því sem við á Reykjanesi, við Reykjanesíkar, eigum alveg rosalega blómstrandi möguleika í. Það er landslagið. Og við þurfum að vernda það. Við þurfum að verja það að það sé ekki ráðist á fallegustu staðina og þeir virkjaðir eða Helguvíkin eins og hún var á sínu tíma mjög hugguleg. Nú
það komu svo ýmis málinni sem að gerði hana að hafnarvirki. En núna bergið að missa pínlítið, bergið sem útivistarstaður hérna í Keflavík, í Reykjanesbæ, það að missa dálítið tilgangi sinn að því að þegar komin upp á það þá horfur bara ofan á álver eða kísilver. Magnús Óskar Ingvarsson býr við bergveginn á Berginu í Reykjanesbæ í næsta nágrenni við kísilverið. Byggingarnar eru þó ekki eins áberandi þaðan og víða annar staðar á svæðinu. Hvernig finnst þér ásýndin svona þegar þú pælir í þess bara sem bæjarbúi hérna í Reykjanesbæ? Sko, frá mínum bæjardyrum séð þá bara aldeilis allt í lagi með þetta, sko. Eins og sjá má þá bara rétt grillir í einhvern svona topp af þessu og ég horfi aldrei þangað, verði lítið var við þetta, ekki neitt. En þegar þú ert á ferð bæinn, verður þú þá var við byggingarnar? Já, maður sér það stundum og þegar ég fer að heiman og keyri þarna upp á Brekkubrúnina þá blasir þetta við. En ekki hérna heiman frá mér. En hvað finnst þér að byggja svona háar byggingar svona nálægt íbúðabyggð? Mér finnst það út af fyrir allt í lagi að það er þörf fyrir þær. Þetta skapar atvinnu og það vantar atvinnu. Alltaf vantar atvinnu. Á veitingastanu Soho við Hrannargötu í Reykjanesbæ gott útsýn út á sjó og til Helguvíkur. Sumi gestana þar hafa velt byggingunum fyrir sér. Eru gestir hérna hjá þér mikið að spyrja út í byggingarnar á Berginu? Út í skrímsli á Berginu? Já, mjög mikið. Það mikið spurt það og þetta eiginlega aðal umræðuefni hérna á staðnum. Nei, ég segi það ekki en það mikið talað það. Og allir náttúrulega vilja ekki hafa það, en sumum finnst það jú, falla svona inn í umhverfið en samt ekki, sko. Og vonum bara að þessi mögun verði stækkuð og verði falið aðeins bak við það. Og nú að rísa annað ver, hvernig leggst það í þig? Ég var bara að heyra það áðan, sko, ekki mjög vel, sko. Það sem það miklu stærra heldur en hitt, sko. Þannig að það verður ekki beint skemmtilegt að sjá það.